Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 21. júlí er 8. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er ávextir andans. Í lektíunni sem ég mun tala út frá spáir Jesaja fyrir alheims friði. Þjóðir heims muni ekki framar berjast. Í pistlinu segir Páll að hann fái kraftinn til að predika frá Guði. Og í Guðspjallinu segir Jesús, hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur sem liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lektían ber okkur. En hún er úr Jesaja 2. kafla. Þetta er það sem Jesaja Amotssyni vitraðist í Júda og Jerúsalem. Það skal verða á komandi dögum að fjallið sem hús Drottins stendur á bifast ekki. Það ber yfir hæstu fjallstinda og gnæfir yfir allar hæðir. Þangað munu allar þjóðir streyma og margir lýðir koma og segja, komum, göngum upp á fjall Drottins til hús Jakobs Guðs, svo hann vísi okkur vegu sína og við getum gengið brautir hans. Því að fyrirmæli koma frá Síón, orð Drottins frá Jerúsalem, og hann mun dæma meðal líðana og skera úr málum margra þjóða. Og þær munu smíða plógjárn úr sverðum sínum og sniðla úr spjótum sínum. Engin þjóð skal sverð reiða að annarri þjóð og ekki munur þær temja sér hernað framar. Ættmenn Jakobs, komið göngum í ljósi Drottins. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er ávextir andans. Messías eftir Hendel er eitt þekktasta og glæsilegasta tónverk sögunar. Gæti verkið verið ávöxtur andans? Já, af hverju ekki? Textinn í verkinu er allur úr Gamla testamentinu og sá spámaður sem Hendel leitaði mest fanga hjá var Jesaja. Enda skrifaði Jesaja lengsta og fallegasta spádóminn Krist. Og Jesaja aðvaraði þjóðina. Þeim myndi hegnast fyrir ílskuna, en samt myndi Drottinn gefa bæði þeim og heiðingjum heimsins tækifæri til að frelsast þegar Messías, hinn smurði, kæmi. Í Nýja testamentinu er oftast vitnað í sálmana en næst oftast í Jesaja. Nafnið Jesaja þýðir hjálpræðið kemur frá drottni eða hjálpræðið er drottin. Jesaja fékk köllun sína í Júda sama ár og Úsía konungur dó eða 740 fyrir Krist og hann starfaði á stjórnartímum 4 konunga, Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía eða 60 ár. Riti Jesaja má skipta í 2 hluta. Fyrir hlutin kaflar 1-39 endurspegla Gamla testamentið. Það er þeir fjalla hina miklu þörf mannsins fyrir hjálpræði Guðs og síðari hlutin kaflar 40-66 endurspegla Nýja testamentið og lýsa náðargjöf Guðs til að öðlast hjálpræðið. Þá er athyglisvert að kaflar Jesaja eru jafn margir og rit Biblíunnar fyrir utan apókrýfuritin. Hvort sem það er tilviljun eða ekki, þá eru ritin sem spegla Gamla testamentið 39 talsins sem er sami fjöldi og rit Gamla testamentisins fyrir utan apókrýfurnar eru. Og ritin sem endurspegla Nýja testamentið eru 27 sem er sami fjöldi og rit Nýja testamentisins eru. Sem sagt 66 kaflar og 66 rit.
Jesaja fékk það óöfundsverða hlutverk að fá þjóðina til að ávaxta andan. Það er endurnýja og rækta andlegt samband sitt við Guð. Í vitrunum sínum flytur Jesaja ákæru drottins á hendur þjóðsinni. Jesaja hefur mál sitt á því að sá dagur muni koma að allur heimurinn verði kallaður fyrir dómstól Guðs. Fólk verði ákært fyrir að hafa yfirgefið drottin, fyrir að hafa hafnað hinum heilaga Ísraels og snúið baki við honum. En textin okkar í dag er framtíðarspá. Til hús drottins munu allar þjóðir streyma og margir lýðir koma. Jesaja spáði að fyrirmæli munu koma frá Síón, orð drottins frá Jerúsalem. Við getum túlkað að sá spádómur hafi ræst þegar Jesús las upp úr Jesaja og opinberaði þannig í samkunduhúsinu í Nasaret hver hann væri. Hann las: Andi drottins er yfir mér, því að drottin hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, til að græða þá sem hafa sundur marinn hjörtu, boða föngum lausn og fjötruðum frelsi, til að boða náðar ár drottins og hefndardag Guðs. Jesús boðaði breytingu, náðarár drottins, ekki aðeins fyrir gyðinga heldur fyrir alla þá sem vilja þiggja. Og sannspár var Jesaja því að margir lýðir vilja í dag ganga á fjall drottins. Hver og einn einstaklingur er ávöxtur af vinnu heilags anda í honum. Hver og einn hefur leyft andanum að vinna í sér. Hver og einn hefur meðtekið hinn nýju fyrirmæli sem Jesús boðaði, náð fyrir trú. Og hver og einn hefur þegið þessa gjöf frá Guði. Náðarárið stendur enn yfir og margir segja þegar þeir hafa tekið við Jesú Kristi að þá hafa þeir frelsast. Enda skrifar Jesaja: Ég er drottin, ég einn, og engin frelsari er til nema ég. Og þegar allt kemur til alls þá veltur allt á okkar eigin vali, vali sem við stöndum með og föllum. Muniði eftir leiknum Brú og brilli, brotin stubbur í miðjunni, hver kann að bæta brú? Engin nema sjálfur þú. Við erum okkar gæfu smiðir, bæði í þessu lífi og í undirbúningi okkar fyrir það næsta. Við þurfum að tengja brúna okkar yfir í Guðs ríki. Veljum við að hafa Guð með okkur, þá verður hann með okkur, eins og Jesaja skrifaði: Óttast þú ekki, því ég er með þér. Trúin á Jesú frelsar okkur frá hefndardegi Guðs. Því að Jesús sagði: Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Í texta Jesaja spáir hann að dómur gangi yfir sem leiði af sér frið í heiminum. Hernaður muni heyra sögunni til og menn muni smíða verkfæri úr vopnum sínum. Enginn muni framar berjast. Þetta er sýn sem mönnum á öllum tímum hefur fundist óraunveruleg, því allstaðar er ófriður, barist völd og yfirráð auðæfa, en í ríki Guðs mun ríkja eilífur friður. Fagnaðarerindið er sannkallaður friðarboðskapur, enda var Jesaja að spá ríki Guðs. Í pistlunum skrifar Páll: Ekki predika ég sjálfa mig, heldur predika ég að Kristur Jesús sé drottinn og hann sendi mig til þess að vera þjón ykkar. Því að Guð sem sagði: Ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt
til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. En þennan fjárspjóð ber ég í leirkerum til að sýna að krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Fagnaðarerindið er eins og sólin, hún skín alltaf, en sjáum við hana ekki, þá hefur eitthvað komið á milli. Fagnaðarerindið sýnir Jesú í allri sinni dýrð. Það kynnir hann ekki sem smiðinn frá Nasaret eða þann sem var krossfestur, heldur þann sem dó fyrir okkur, var grafinn, reis upp aftur og situr við hægri hönd Guðs á himnum. Það snýst trúin, að við trúum á upprisu sonar Guðs á himnum, því að þá eigum við líka von á upprisu. Frá Jesú skín ljósið, frá honum fáum við þekkinguna á dýrð Guðs, frá honum kemur krafturinn og ávöxtur þessarar vonar er trúarsannfæringin sem við byggjum upp innra með okkur. Páll predikaði Krist og sjálfa sig sem hans þjón og þjónusta hans fólst í að endurvarpa ljósi Guðs út í heiminn, gefa fleirum tækifæri til að heyra boðskapinn. Í upphafi grúfði myrkur yfir heiminum og Guð sagði verði ljós. Síðar kom hið sanna ljós í heiminn, ljósið sem upplýsir hvern mann rétta veginn, sannleikann og eilífa lífið. Ljósið varð tákn hins góða og sanna í heiminum. Nú þegar að náðarár Drottins er enn yfirstandandi, togast á þessi öfl, ljós og myrkur. Þau eru tákmyndir fyrir baráttuna völdin yfir mannkyninu. Jesús sagði gangið í ljósinu svo að myrkrið hremmi ykkur ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúi á ljósið meðan þið hafi ljósið, svo að þið verðið ljósins börn. En Guðspjallið segir að það muni taka á að velja að ganga með Guði. Því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur sem liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Já, fáir finna veginn. Heimurinn er þannig að skilin á milli góðs og ills er orðin útvötnuð og óskýr. Menn hafa í gegnum aldir sett ótal reglur boð og bönn og misnota boðskapið náð Guðs, sem hefur gert marga afhuga trúnni, því það er ekki hægt að lifa eftir þessum reglum. En hér kemur náð Guðs inn. Náðin fæst fyrir trúna, ekki fyrir verk. Trúin hleypir heilugum anda inn í hjörtu okkar, þar sem hann fær að vinna í okkur. Hann er andi sannleiks, svo við vitum munin á réttu og röngu og réttlætum ekki hið ranga, heldur reynum að breyta betur næst. Hann gefur okkur styrk til að velja hið rétta og sanna, hjálpar okkur að ganga í ljósinu og ganga inn þrönga hliðið til lífsins. Þannig verðum við sjálf ávöxtur verks heilags anda í heiminum. Við verðum börn Guðs og börn ljósins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og setja náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.